Förum bara yfir liðin. Hvort vilt þú taka það? Heyri, mér langar að taka hérna í einstaklingsliði, sko, af því að það eru tvær gellur, sko, þannig að ég er representing, sko. Shout Heyri, out. hérna er einstaklingsliðið sem heita Lundar og í því þá er QRT, Budgie, Wordinit, Helenso, Swimming Pool og Spyroin. Þetta eru nöfn sem flestir eiginlega þekkja. Það er bara, já. Og líka nöfn sem að maður hefur bara ekki séð áður. Já. En síðan hinum meginn í Rikuðum, þá erum við með Orion, með Ronny dúkkan, Young Marco, Hospes og Gunnar. Þannig að þetta er nokkurn veginn bara Dusty plus nema Ronny dúkkan. Er þetta ekki bara Dusty plus Ronny dúkkan, eða? Nei, það er þess að Elo er ekki þetta. Já, en það er ekki, byrju. Er ég trippinn, eða? Ok, ég veit alveg að Orion er hérna, Gunnar og Egillari. Ekki gæsleita mig, sko. Ég er ekki... Okay, ég er nokkuð vissum að þetta sé Dusty plus Ronny dúkkan. En já. Er Hospes í Dusty? Ég bara veit það ekki. Oh my god. Nei, it's been too long, sko. En já, mér sýnist að við erum komið með fyrstu banin sem eru Ilios og Busan frá Lundum. Já. Það var að skipta fyrirliða hérna left and right. Sjáum bara hver það er og hver... Ég held að sé búin að velja fyrirliða oftar heldur en þið þurftum að velja mapp. Já. Gjörsamlega. En einmitt, sjáum til, Rikuðir. Hvað muni vera ykkar bans? Þetta eru... Við erum bara að bíða af sama tíma á þið eruð. Já, gjörsamlega. Jæja. En einmitt, já. Ilios og Busan er farið og... Einmitt, mappið sem við höfum þá eftir er Antarctic Peninsula, Lijiang Tower, Nepal, Oasis og Samoa. Já, við höfum heldur ekki fengið 6v6 Samoa. Nei, það er mitt rétt. Það er kannski ástæðan af hverju þetta var svo fast tempo, þannig að hann testi ekki á það. Ok, við erum komið með þetta. Oasis, Samoa og Antarctic Peninsula verða fyrir banninu. Og það þýðir þá að Lijiang og Nepal eru mappin sem að Lundafnir þurfa að velja milli. Ég er ánægð, Elvar, ég er mjög ánægð. Þetta eru svona uppáhaldsmöppin mín. Þetta eru góð og Nepal er fyrir valinu. Nepal, það er þetta klassískt mapp. Gjörsamlega. Við höfum séð 6v6 að þessu aðeins. Já. Við vitum hvað er að fara að gerast. Við höfum séð allt á þessu mappi. Bara að segja það. Jeps. Sjáum bara til. Hvar mun? Mitt. Þetta er að fara að verða bara mjög spennandi. Það er að segja, hvað eru liðin að fara að runna? Ég myndi reikna með sem þú veist að Rikuðir er að fara að runna einhverju rush-kompi. Myndi ég reikna með. Því ef ég menn rétt var Ronny dúkkan svona Queen Specialist. Já. Allavega þegar hann var í... Almenna. Já, liðið byrjar að há. Hreðjar ef ég menn rétt. Hreðjar, þannig að... Nei, ég er að segja, been too long, sko. Já. Engar ægir, þetta fer aftur í gang. Já, ekki bara aftur shoutout að skrá sig í ágúst, eða? Einmitt. Skráning byrjar í ágúst. Og síðan skráning... byrjar þetta í september. Þetta er að fara að verða... We like it a lot. Mjög spennandi.
Og hérna Jæja. sjáum við. Við erum að sjá með bara mjög áhugaverð komp, það er mjög klassikal svona komp hjá Lundi myndi ég segja. Já. Ekkert óvenjulegt en Nei, ég skal fara yfir það. Heyrðu, við erum hérna með Genji Sojourn fyrir DPS. Síðan er Wordinit hérna á honum Rein og Spyro og Dífu. We like that, sko. Ég fíla Rein Dífuna, sko. Síðan Helenso á Kiriko og Swimming Pool á Lucio. ok, sjáum hvernig að Lundar eru að taka yfir þessu hægrandi. Spyroen tekur út Hospes. En Orion kominn inn djúpt með öllum bara liðinu kraftan. Spyroen er á Gunnari. Og við sjáum hvernig að Egillari tekur út Swimming Pool með búbbinu. Þetta er Lucio Crime hérna. Heyrðu, Hospes nær QRT. Budgie fellir með sínustu reykvíir vera að taka punktinn og bara fá Spyroen fljúandi burt. Mun hann sleppa? Já, mér sýnist það. Nei, Nei, Hann er hann kominn er í tekin um beitu. og er búbbaður búbbaður af út af Agli. Swimming Pool tekin af Ronny. Það er bara þannig. Heyrðu, Reykvíur. Lundar þurfa smá bara að grúpa upp. Þeir eru bara 4. Nei, þau eru bara 4. Hvað er ég að segja maður? Og kemur út Rampage hjá Ronny dukkunni. Þau taka út QRT. Manni niðri. Gunnar tekur út Helenso. Komin bara í bakið hjá Budgie. Budgie nær honum. Þetta er hægt bara hratt falla Lundar niður. Men þetta er bara þau eru að halda Reykvíur eru að halda Lundum bara hérna við hurðina eiginlega. Og sjá hvernig að Hospes er þarna að fela sig í húsinu með sticky-neitið, hittar, Budgie fellur gegn sticky-neitinu. Heyrðu, Spyroen kemst ekkert inn í fætin fyrir Mines. Bara Reykvíur eru að slá Þetta er þá bara- saman. En Wordinit fer á punktinn en er bara tekin út. Þetta var bara Wordinit og Helenso á móti heiminum. Heyrðu, þau þurfa að grúpa upp bara nokkuð fast og fá bara góðan fæt hérna. Þetta er Sjá, að það líta eru verra. ults að koma í hús hérna. Heyrðu, það er Kemur upp í- nanoball. Kemur síðan sprengja. Fengið tekur engan. Penningum. Heyrðu, Ronny dúkkan! Það voru 3. Spyroen 1 fellur og þar er QRT líka. QRT. Ó, Swimming Pool er rétt nær að snerta en er tekin. En fyrsta round fer til Reykvíur. Nei, Ríkard. Ég Ekki Dusty. sagði aldrei Dusty í mappinu, var það? Nei, ég var Ok. ruglaði áðan með þessu Dusty dæmi, sko. En þá erum við komin Jæja. hérna í Village, ef mann rétt að þetta heitir. Þetta er Village. Ég hata að spila á móti Mei hérna. Það er svona mitt opinion. Já, ég skil það alveg, þetta er erfitt, maður getur auðvitað hættulegt að fara þarna inn á hækjunum til að byrja þá, getur maður verið isolataður. Já. Við sjáum QRT komin á simmina, kannski bara til þess að típja þau bara á hægrandi sýnist mér. Já, Nefn hann ætlar að stikka. Sjáum. Heyrðu, hann er stikking QRT, á sim. stikkin We sim. like it, we like it. Ég fíla það maður. Hospes er komin að Genji líka hjá Rikum. Þannig að það eru 2 hérna switches. Sjáum að Lundar eru komnir fyrsta punktinn. Eru með sinn turretta og svoleiðis. Við erum að nýta sér coverið af Ball húsinu. kemur, slammar inn í þá. Þetta er Tekur rosalegt út snam. Swimming Pool með Gunnari. Þetta er Verðin bara, hérna í Ronny í dúkkunni. Lundar eru bara að falla einn og einn, hægt og rólega. Já, það er svo hættulegt að vera inn í þessu herbergi. Það er bara Spyro baby inn í eftir. baby. Já. Það er alveg rosalega hættulegt að vera bara annarkvort í þessu herbergi sem er
punktið, vá, ok, tala, pointið, eða þá þessu herbyggi hérna við hliðina á pointinu. Það er bara, sérlega með bara ból sem getur bara Þetta er einmitt fara með þig fram og tilbaka og... Brólstaður, nokkurn veginn, þessi tveir. Mér sýnist að Lunda verður að reyna að fara hérna í gegnum main. Spyro reynir að ná Gunnari. Gunnari, en þeir tekinn úr mekk. Sjáum að Gunnar og Rion í bak, taka út Spyroinn, Budgie fellur líka, Hallir. Það er bara Wordinett eftir með QRT fyrir one. Heyrðu, Wordinett nær 2. Það er spurning hvort að QRT nær að lifa af, nei, sýnist ekki. Heyrðu, hann nær hospice. Nær hospice, er hann að sleppa? Heyrðu, Gunnar er á eftir honum og Ronny dukkan. Nei, já. Ronny dukkan. Heyrðu, þetta var smá stakkar hjá QRT. En, heyrðu, þau ætla ekki að bíða eftir honum. Þau fara bara inn og ætla að reyna að ná þessu. Og við bara komum í vekk fyrir að restina af liðinu getur farið inn. En kemur út slam frá Wordinett, en ekkert meira kemur út í. Það er nær 2. Nice. Fighting á punktinum, eiginlega nær 2. Það er bara Spyroinn og QRT á punktinum. QRT nær Ronny dúkkunni. Spyroinn er tekinn mekk. QRT og Spyroinn eru þarna frá punktinum og Rion. Já, Helenslo er kominn. Á Spyroinn, en Spyroinn er bjargað af hérna Susuinu. Wow, að koma hérna. Gunnar er komin núna á Genji með duplicatinu. Kemur inn. Fullt af bara dashes hjá öllum 3 Genjiunum, yes. Kemur út Blade og þarna Rikuir taka þetta. Já. Þetta leit svo vel út fyrir Lunda í þegar þetta voru 2 móti 2, þegar náðu eiginlega, en hinnir voru þá bara að koma inn. Herru. En það voru alveg fights þarna hjá Lundu sem litu promising. Já. Það var held ég bara samheildar mismunur. Þetta er einstaklingslið, þannig að þið hafa ekki haft tíma til að koma, klikka saman, eða mitt segja. Já, segðu. Já. Það gæti verið að sé að koma einhverja breytingar hérna örfljótt. Ég skilst það sem ég myndi að breyta þannig að það verði 2 maps þetta að segja. Já, 2 maps á hvert, þannig að hálftími slotti verður betra fyllt, skilst mér, held ég. Sjáum þetta, og við erum að fara á Kings Row. Það er bara þannig. Þetta er Kings Row er bara ævafornt map, ekki á slæman hátt, það er geggjað map samt, og bara 6v6 búið að vera þar lengi, en líka 2 ár síðan að það hefur ekki verið hægt þarna. Sjáum til. Þess að historically Rush hefur alltaf verið mjög vinsælt hérna. Já, Rush væntanlega vinsælt að Kings Row, þetta er svo brawly map, sko. Þannig að ég er til að sjá Rein Zarya og Melusio og bara, já, bara allan pakkan. Mjög til, já. Þetta verður bara mjög gott. Mjög skemmtilegt að horfa á, það er mikilvægara. Já. Það er ekki stakes hérna, þetta er bara upp á gamanið. Nákvæmlega. Já, ég verðum á. Matti Núi kemur inn fyrir Budgie.
Sjáum til. Síðan getum við bráðum bara að fara að læfa þetta. Já. Þetta verður bara... Þetta já. Og þá eru bæði leiðin reyðum, þá... Er allir reddi í 6v6 Kings Row? Við erum að fara inn, þetta er... Ég er mjög spennt, OG dæmi. Kings Row 6v6. Það er... Hvað meira getum við beðið? Einmitt. Nei, ég er ekkert meira sem ég getur beðið Þetta er bara mjög gott. Heyrðu. Sjáum hérna að Lundar eru ekki að breyta miklu. Matti nú er komin hérna inn fyrir Budgie og hann fer á Cassidy. Þannig að Helensó komin á önuna. En Rikugir, rólbreytingar hjá þeim, Egillari er komin yfir á tank á meðan Orion er núna á DPS. Sjáum hvernig þeir eru með Rein Doomfist. Það er, já, áhugavert. Við höfum ekki séð nefnilega Doomfist sem duo-tank. Hann er bara alltaf búinn að vera solo-tank eftir að það var breytt. Já. En ég er að pæla hvað myndi hann einmitt virka, hvað myndi hann virka með, en við sjáum hana. Byrjum þetta. Ég ætla að fyrir bara rosalega aggressífur inn og er mjög lár mjög fljótt. Og Helensó er tekin út af kynari. Hann er hættulegur á þessum flanker. Anti-nade. Swimming pool tekin út. Egillari tekur niður wordinit. Og það er bara verið að kappa. Að íta þeim burt bara frá. Og við erum bara kominast í alla leið í spawn. Gjörsamlega. Þetta er mjög mikið bara að Rein tekur bara rosalega mikið space. Doomfistinn kemur bara inn og þá verða bara allir hræddir og byrja að bakka. Þannig að þið fá bara allt spaceið í heiminum. Þeir eru bara búið til ótrúlega mikið að því. Já. Sjáum hvernig. Þeir eru bara að fara áfram, þeir íta á 12-takkan. Gjörsamlega. Enginn er morgundagurinn. Það er bara enginn á punktinum. Við sjáum hérna að Egillari bakkar til þess að ná punktinum áfram. Þetta er bara... Baby divan stakkert. Alveg stakkert. Spurning hvort að Lundar vilja bíða eftir að Spyroinn komi aftur. Matti nú er komin á Ash og Helensó komin á Moirana með swimming pool í rauninni. Ég tekin út Orion. Já. En ég tekin út af Hospice. Fljótt segjar. Ronni dúkkan að kýtla vördinni hérna. Hospice nær swimming pool. En Helensó kemur nano út af Doom. Helensó nær tveim. Á matta. Nú er Ronni að gera aðeins meira en kýtla. Með nanoið. Svo Doomfist er bara að gera, hann er bara að búa til ringulreiði í bakinu á meðan að Egillari fer áfram bara og tekur spacið sem hann er að búa til. Já, við sjáum að Rondukkan er bara komin hérna lengst fyrir framann. Til þess að gefa... Ég er bara á matta nú í... Ennþá minna space. Þetta er... alveg... Bara er þetta að kasta því maður svona áhugavert með að fylgjast með þessu og bara stúdera þetta pínu. Áhugavert. Koma 3 últ. Þeir eru bara, Rikugir eru að taka allt. Þeir eru bara komnir inn í spawnið. Já. Bara... Spyroinn notar Diva-bomb nær engum. Það Lundar eiga bara ekki neitt space. Þurfa að fara að koma sér út. Sjáum að Ronni-dúkkan var orðin nokkuð lár, hann þurfti að bakka. Hvort ég ætla að reyna að ná Gunnari. Nær hann hálfum. En Gunnar nær swimming pool. En Matti nú er nær að pikka hann.
Hér kemur ult frá Helensó. Reynda að taka smá space. Það er hospes í bakinu á henni. Spæra á henni næra bjarginni. Kemur slamp á vörðinni, en hann er tekinn. Ekkert kemur úr því að hann deyrir mitt bara þegar það er notað. QRT tekið síðan út. Sjáum þetta, Eidlari fellir. Það er bara þá Ronny eftir sem tank, frontline. Matti náði hospes og Eilara með Kemur að Dynamite. contesta. Heyrðu. Og vörðinni kemur til að hjálpa. Það er alveg byrjað Bob reddar þessu. Heyrðu. Þá er Gunnar bara lóð þarna uppi. Með bókslega 2 HP. Nei, ekkert HP. Heyrðu, Matti sagði hingað og ekki lengra. Senda hann bara aftur heim. Sjáum þetta. Flott Dynamite. Ronny fer upp á hægrandið á Matta, forsar hann niður. Og er til síðan þetta er bara að búa til vingulreiðina. Og Ryan. Sástu það sem Ryan gerði þarna eða? Nei, fór hann undir. Hann fór undir. Hann hoppaði ofan í, síðan ultaði hann til þess að fljúga undir. Já, en Ronny, hann bara dettur Ronny. Ekki mikið. Alveg rúglega skemmtilegt play, en ekki mikið varð úr því, lítur út til. Nei, ekki þetta rosalega mikið. En, plus 5 cool points. Það er, sér að segja. Æja, sjáum þetta. Eru núna... Eru svona komið með eitthvað stjórnuna. Flott hjá Young Marco. Kemur líka Nanoð út. Það er Nanoblade hérna. Hjá hann hospes. Hann er ekki að bara fá neitt, hann var bara kætaður fyrst. En það er hann svolítið að sleppa. Nei. Hann er tekinn af hospes og QRT. Og þeir lundar eru að bara fá meira heldur en Wordinate sólóslammar Ronny. Lundar eru bara með frekar gott comeback hérna. Já, þetta var svo sannarlega tæft á tímabúti, en þetta verður skárra. Hospes komið núna á Widow, tók út Matta. Örugglega líka bara úr surprise. Já, nefnilega sko. Sjáum við þetta núna. Hospes nær Hospes að taka bara mann eftir mann niður. Ronny kominn í bak. Er að kitla á hérna aftan. Heroinn er núna komin í baby form, en Ronny hittir ekki, en fellur. Hver eru eftir hjá þeim, hjá lundum? Það er bara núna QRT í spawn, Matti nú að koma út. Er hann að fara að geta eitthvað? Nei! Hann bara fellur. Og Rikugir taka þetta. Ég vil ekki segja að ég jinxa þetta, en leið og ég segi að Lundar er komið frekar gott comeback, þá kemur þetta. En... Það er bara þannig. Ég bara bölvaði þig. Já. Tek þetta á mig. En nú erum við að skipta bara attack og defense. Jeps. Sjáum til. Spurning hvað lundarnir taka, hvort að Rikugir taki þetta sama sem defense. Já, það væri áhugavert að sjá. Já. Já, en heyrðu. Rikugir. Það er Junkrat fara. Jæja, sko, það getið ekki haft þetta skemmtilegt, eða? Nei, sko, þetta er klárlega mjög skemmtilegt, því báðir karakterinn sprengja hluti upp, og það er skemmtilegt. Já, ég ætla bara að vorkenna lundum akkurat núna, ég hata að spila móti þessu, sko. Þetta er ekki skemmtilegt að vera móti. Nei. Matti, hann er kominn á Widowina. En kannski heldur að Hospes taki Widowina hérna. Já, en sjáum hvernig það fara. Hvort að QRT nær að gera eitthvað mikið á móti þessu á Genji. Þetta er ekki... Það gæti mér bara verið einmitt ekki gott pick, en sjáum hvernig þetta verður. Já, kannski er hann með eitthvað í eldhúsinu. Fyrir einmitt á Orion. Já. Með Spyroinn.
Já, Spyroin er komin hana. Ó, er tekin úr mekk. Ég veit. Spyro En tekur nær. Orion, en Orion. allir hinir í Requiem taka bara út restina af liðinu. Já. Sjáum þetta, Ronny er bara í húsasundinu Þannig svo er að reyna að lifa af. Spyroin rétt nær í bjarginni. Ó, en hún er tekin að endanum. Ronny líka bara tekin bara algjörlega pönnusæra fyrir að vera bara í spannu að... Veit, ferð. Sniðið fer maður bara of djúpt inn. Já. Það er maður tekin fyrir það. En, sjáum til. Spyroin er í bak að reyna að pressa Requiem. Er hérna á Orion, en Orion er með turretið. Ronny dúkkan, Hórin, forsaði wordinit, drap hann. QRT er hana og fellur. Þetta er bara að líta út illa fyrir Lunda ef ég ætla að vera hreinskilinn. Já. Requiem eru bara að halda þeim, þeir eru með 3 að verða 4 ultimates. Og Martinui er komin yfir á Bastion. Og þeir taka út Gunnar. Nær Gunnar. Heyrðu. Ó, Egillari var í Vá. bíóni. Og hann er tekinn svona út af wordinit. Matti nú er komin á Bastioninn. Það er fínt damage. Spyroin er einn tekinn út, en taka Orion út. Þetta er að líta ágætlega út fyrir Lunda hérna, en Nanofara er komin. Bara með her af himnum. Já. Þetta er bara wordinit einn á móti heiminum. Gunnar nær 4 með þessu nano. Það var bara vel spilað, nýtti sér nanoið mjög vel þarna. Notaði líka rocket barrageið. Já. Þessi karakter. Ef við sjáum að næstum því öll ultin hjá Lundum er að koma inn. Hérna kemur einmitt dífabófan sem hittir ekki alveg en gerir smá space. Með Blade. Nano Ryan og Blade komið út. Og wordinit er bara að hlaupa áfram. Pressar á þá. Og núna með bara Lundar eru mest líklega að fara að geta tekið pointin hérna. Sjá, Gunnar er hérna samt í hliðinni. Hann er örugglega ekki að fara að geta toucha neitt hérna. En sjáum til, Ronny Doggan er núna komin á punktinn. Báðir tankarnir komnir, báðir tankarnir svona stunnaðir. Og teknir út. Orion er fellur. Lundar taka hennar fyrsta punkt hérna. Og sjáum hvernig mun þetta fara. Wordinit, charger in. Fer áfram. Og er bara að pressa áfram. En já. Sjáum til. QRT er komin á Echoina. Þetta er Echo Bastion móti Junkfara. Vélmennin hérna saman. Já. Hann kemur hérna ult frá Matta. Nær ekki miklu, en það gerir smá space. Sjáum að Ryan fer hérna tilbaka. Það er sem Bastionulti er oft ekki einmitt minnir eins og að taka Nei, heyrðu. meira bara að búa til Nano Ryan, hann fer bara inn í þá. Slammið ofan á svingfúl bara innstað taka hann út. Þetta er Spyroin, einn eftir á punktinum. Spyroin tekinn af tjartinu og Spyroin baby fellur. Requiem er núna með stjórnina hérna og ætla bara að setja sig upp í hurðagættinni. Ronny að já, wordin hvað Egill er þarna einhvers staðar er þarna að elda eitthvað, hann er að bíða eftir einhverju tækifæri Hann er að elda. og meðan Ronny tók hann bara að trufla þá og kemur út Meteor Strike. Gunnar er líka í bakkinu. Ó, ok. Wordin nær Young Marco. Það er allt að gerast, þetta er erfitt að kasta. Það er bara Martinui eftir hjá Lundum. En hann er, þeir veit ekki af honum.
Nei, ég held að við viti ekki neitt. Ó, og Ryan er beint fyrir ofan hann. Þetta En, sjáum, er eitthvað að gerast hérna? Nei. QWERTY nær Hospes. Ég held að það sé búin að taka bara alla aðteklina. Þau bara vita ekkert af matta. Og Ryan veit núna á hann. Og Ryan veit núna að matta. Og þeir núna fara á hann. Ronny og tekur út matta. Hann átti ekki að pre-færa svona. En þetta var góð Þeir eru tilraun, núna góð með tilraun. double Ryan. Þeir eru double Ryan. En það er hérna... Wordinni tekur út Egil. Gunnar tekur út á self-destruct. Ryan er í bakinu ennþá hjá þeim. Jörg Marko tekin út á QRT. Þeir eru örglega að fara að taka hennan punkt hérna, sjáum til. Já. Orion er í bak. En þá nær swimming pool. En Ronny er að kontesta. Hospes á hægrandinu fyrir ofan. Og Egillari að koma núna aftur tilbaka. Þeir eru með, Ríkugir eru með eitt tank eftir á meðan að Wild Punch, Charger, Egillara út af. Já. Gunnar nokkar hérna í hóluna eftir á. Þetta var skondið. Sjáum til, hvernig er Þetta var alveg Ryan gameplay hérna. Auðvitað. Þeir eru auðvitað eftir þessu. Nú líka eftir að það er búið að breyta charge'inu í að maður getur cancelaði. Já. En sjáum til. Gunnar að reyna að taka potshot, sjá hvort hann reyna að fá damage-inu Þegar Ronny kominn í bak, Matti sér hann. Gunnar og Orion ná Engir QWERTY tanks og á Magga. hlið Ríkugum. En enginn DPS-ar á hlið Lunda. Já. Sjáum til, Hospes er núna að hægra Spyro undir. Redda og Ryan að Ryan í bak. fara á. Og Ryan nær mekknum hjá Spyroinn. Nó. Þetta presence hjá Ryan í bak náðu klárlega að trufla Lunda það mikið. Hýtlar er Það bara er tjarnaði QWERTY. inn í bara Sentry Bastion. Sjáum til, er QRT að fara að geta tekið hann út? Nei, hann notar skjöldin og bara blokkar út laserinn. En Lundar er núna að fara að reyna að toucha. Gunnar kemur með ultið, Hospes nær Helenso. self-destruct, nær engum. Wordinett er anti-aður. Helenso Spiritual, Wordin er Hospes allir nær fallið, honum. bara QRT og Mattanúi eftir. QRT komur úr duplication, Mattanúi low. Og allir falla. Og þetta er Ríkugir að taka þetta round. Það var Vinna samt leikinn. rosa... Rosalega Klókt. topp í lokin. Já. Einmitt. En, mjög flott. Gunnar með play of the game. Er þetta brasið? Það var einmitt, já, bara Já, svona 4K. nana bras. Já, Ég mitt bara mjög vel spilað í Gunnar hérna. Rosa vel spilað. 5K. En já, þá held ég að við séum örglega að fara að finna bara í næsta leik, bráðum. Já, bráðlega.